Komið í sæl og blessu, Sigrún Arna heiti ég og með fyrirtæki Náttúruprjón og mér langar aðeins þess að kynna ykkur og sýna ykkur hvað ég með. Þetta mynd af mér þar sem ég í peysunni Snæfellsjökul, jakkapeysu sem prjónuð gilhagabandinu, lambi og móher. Afskaplega létt og hlý og klæðileg peysa. Og svo ræður maður sitt bæði ærmum og ból þar sem hún prjónuð ofan og niður. Ég ætla að sýna ykkur hvernig mynstri mín líta út. Þau líta öll eins út, hvort þau eru íslensku eða ensku, þau eru flest öll ensku líka. Og þá byrja ég bara með innihaldi og koma þörf til þess að geta prjónað þetta. Hérna hvernig peysan prjónuð og hvar fæ hugmyndina af viðkomandi hlut. Svo hérna tákn og styttingar, hvað merki notuð við prjónaskapinn og svo hérna prjóntækni, það sem að ég fer nánar út í það hvernig hvað notað, hvernig það gert og svo eru vídeólinkar. Ég vil taka það fram að ég að reyna að búa til mín eigin vídeó með leiðbeiningum fyrir skriftirnar mínar sem ég postin á YouTube. Og það allt í vinnslu. Þannig að það eru komin 2 vídeó, eitt á ensku og eitt á íslensku og ég vona bara að þau verði komið sér flest sem fyrst. Útskýringarnar geta tekið svolítið pláss, ég fer voða vel í allt saman. Fólk þarf að kunna slétta og brugðið og svona kannski pínlítið meir þess að geta prjóna eftir og skuttu frá mér. Svo ég hérna með tölulega upplýsingar þar svona yfirlit yfir allt sem að í uppskriftinni. Þegar búið að lesa yfir uppskriftina, prjóna eftir mynstrunum, þá ætti að vera hægt að bara vinna sér niður eftir listanum hérna, hvernig hlutirnir eru. Mér finnst ofsalega gaman ef þið myndið taka náttúruprjón í myndir af hlutum sem þið prjóna frá mér. Mér finnst það gaman að sjá hvað ég gera. Bæði hægt að kaupa allar uppskriftirnar mínar á netinu á náttúruprjón.is og svo líka hægt að kaupa gjafakassa. Þá ég með handleita gat sem ég geri og uppskrift frá mér í pökkum. Og þar hægt að fá húu eða vettlinga eða bæði húu og vettlinga í sama pakka. Og þá ýmist til enski pakkar eða íslenskir pakkar. Þetta fæst líka alltaf heimasíðunum minni. Svo skrifa ég alltaf svolítið hvar ég fæ hugmyndin og hlutunum og það allt inn á heimasíðunni. Þannig að ef þið kíkið inn á heimasíðunni á náttúruprjón.is þá getið þið skoða vöruúrvalið þar og ég skrifa alltaf svona pínulítið hlutina. Ég búin að gera nokkra peysuuppskriftir, bæði barna og fullorðins og þær eru hérna bara inn á heimasíðunni. En mest hef ég verið í vettlingum og húfum og búin að gera fullt af alls konar uppskriftum og ég mjög svona upptekin af náttúrunni og reyna að koma náttúrunni í munstur sem verður fallegt og fólk hefur ánægja af bæði að prjóna og vera í. Þannig blóðbergið búið að vera mjög vinsæl uppskrift hjá mér og hún kemur svona og þetta eru klósigar til dæmis og og með mjög marga tegundir af uppskriftum í rauninni. Og þetta norðurljósa húan, þetta nýjastu uppskriftin mín, það líka til vettlingar í því. Og Fagradalsfjall, þetta eftir ljósmynd sem ég tók upp á Fagradalsfjalli 2021, ég labbaði þarna upp eftir. Tók ljósmynd og bjó til munstur eftir því. Langar til þess að sýna ykkur hérna glóð. Þetta eitt af elstu mynstrunum mínum og eitt af vinsælustu mynstrunum. Og þetta fékk ég hugmyndina af gluggunum á Akureyrarkirkju. Ég var að labba þar á hausti til og sólin skein í gluggana. Ég sá allt steindaglerið þar og ég verð að gera svona munstur. Eitthvað svona eins og steinkirkjugler. Og þetta var útkoman. Núna ég búin að breyta mynstrun aðeins og að gera afgangateppi. Ég á pínulítið afgangum, eins og gefur að skilja. Og að gera, og það prjónaði svona þríhyrningar sem verða færhyrningar og hver færningur þó 25 cm á prjónum með 3 finguringarni. Þannig að það þarf ekki að gera rosa margat sem ná fram góðu teppi. Svo ætla ég að gera 3 kennslumyndbönd með þessari uppskrift. Það verður þá byrjunin, hvernig ég sauma teppi saman og svo hvernig ég geng frá endunum með ækort. Ég nota ækort mjög mikið orðið í dag. Það heitir snúrijaður á íslensku og maður á að nota það svo sem gleymist kannski aðeins. En svo langar mér að sýna ykkur peysu.
Þessi peysa hérna að koma á pröfuprjóni og úr Fjallalópanum nýja Frýstess sem rosa gott á prjóna úr og alveg yndislegi litir. Það svo mikið litaúrval í því og bara fallegi litir, þannig að það var eiginlega verst við þetta var að velja litina sem ég ætlaði að nota í peysuna. Þetta peysan Keiko. Svo ég með aðra peysu hérna sem ég prjónaði úr Einrúm og að vinna í uppskriftinni og ætti bara að koma út á næstu dögum. Og það Einrúm með lambsull og silki og svo nota ég móhair. Svo nota ég þrefalt móhair hérna í ækortin sem þá allstaðar. Ég geng allstaðar frá ækort. Og hérna neðan á peysunni þá hérna klauf, þannig hún aðeins síðara aftan og þegar búið að prjóna peysuna og gera klaufina og þá gengið frá með ækortinu. Eða snúrjaðrinum. Fyrirgefi. Það ein peysa í viðbót sem í pröfuprjóni sem mjög sérstök. Það ung hjón sem bændur í rétt hjá Gimli í Kanada á bæ sem heitir Lucky Stone Acres. Ég fór í heimsókn þeirra síðasta sumar og þau að byrja að vinna úr ullinni af íslensku sauðfínu sem þau með og þau alltaf að byggja upp stofninn og fjölga kindum. Og hérna með náttúrulega liti og ég bjóð til uppskrift fyrir þau og prjónaði hana reyndar á Einrúm en hún verður úr ullinni þeirra og í pröfuprjóna út í Kanada núna og verður vonandi til núna bara í byrjun september uppskriftin. Þá fer ég út í Kanada á Manitoba Fiber Festival og hittu þar verður þau að því það svona sérstakt gert fyrir íslenskt sauðfé íslenska vörur þetta árið þarna í Winnipeg. Og þetta peysan sem þau fengu. Það bara svona munstur hérna uppi, svo komu lukkusteinarnir, bærin heitir Lucky Stone Acres og svo það kindurna þeirra og svo hrúturinn hérna inn í hlöðunni sem rosa flott. Það mjög gaman að kíkja til þeirra í heimsókn og þau með opið og auglýsa opnunartíma og þá hægt að heimsækja þau. Ég ætla að sýna ykkur hvernig gjafapakkarnir mínir líta út. Þeir líta svona út, þeir reyndar að fara að fá nýjar umbúðir sem ég mun auglýsa fljótlega og ég merki alltaf hvað inn í viðkomandi kassa. Þetta húa til dæmis og hérna segi ég líka pínlítið frá því hvar ég fæ hugmyndin og svona en þetta allt handlitagatt frá mér í pökkunum. Hérna eyrarrósin okkar og hérna aftur skrifa ég náttúrulega pínlítið hlutin og hérna uppskriftin og svo gatnið. Ég ætla að sýna ykkur einn pakka á ensku. Hérna pakkarnir á ensku og þetta þá húa og vettlingar eins og sért merkt í hérna. Pakkarnir til á ensku á nokkrum stöðum á landinu, í Lópalist og Akureyri og handprjónasambandinu bæði á Skólavörðustíg og í Borgartúni og ég veit að í Borgartúni það með íslenskar uppskriftir. En pakkarnir á ensku en þeir sem vilja geta fengið íslenskar uppskriftir. Svo það eitt nýtt sem ég með í viðbót sem ég byrjaði með núna í sumar og ég prjóna náttúrulega dálítið mikið og sitt mikið heima og að prjóna og hérna lét búa til svona trékassa handa mér og valhnetu við sem handútskornir og fékk það núna í byrjun sumars og þessi með hekludótinu mínu að því ég hekla líka og hérna get þá sótt auka hlutina sem ég þarf í kassan og geymt heklunálarnar, þetta passa fyrir heklunálarnar og með svona 3 hólfum. Hann útskorinn á alla kanta og bara ofsalega fallegur á borði og hérna kannski betri myndir af hennum á heimasíðinu og hérna stærri kassi. Þetta sko fyrir prjónadótið mitt. Hérna alls konar íhluti sem ég nota því að prjóna og hérna og þá 5 hólf þannig að þá meira sem get sortera niður og svo skiptalegu prjónarnir mínir þá hérna í langa hólfinu. Þetta ofsalega falliboks sem eins og ég segi handútskorinn og valhnyndu við. Þannig að þetta fínt stofustafs. En ég þakka fyrir þangað til næst. Bless, bless.